Fyrir áramót var hvítfisksýning hjá Marel í Kaupmannahöfn. Við skulum kíkja þangað. Fulltrúar fyrirtækisins Marel höfðu samband við okkur á M4 og buðu okkur með hingað til Kaupmannahafnar í sérstakan sýningarsal sem Marel með í Kaupmannahöfn. Nú stendur yfir sýning á svokölluðum hvítfisksvélum og við ákváðum að slást með í för og fá að fræðast nánar hvers vegna í ósköpunum íslenskt fyrirtæki með sérstakan sýningarsal hér, hvað verið að kynna, hver sætasta stelpan á ballinu og hver framtíðin. Kaupmannahöfn náttúrulega fyrir að fyrsta mjög miðsvæðis og við höfum mjög mörg tæki og lausnir sem við viljum koma áleiðis til viðskiptavina okkar og það oft mjög flókið að fljúga fólki aðstæðar úr heiminum á marga ólíka starfsstöðvar sem við höfum og verksmiðjur þar sem tæki eru byggð og annað slíkt. Þannig að við ákváðum fyrir nokkrum árum að bara búa okkur til eina miðstöð þar sem að við getum flutt okkar tæki og lausnir og svo samanskapi með auðveldum hætti tekið á móti viðskiptavinum alls staðar úr heiminum. Hér erum við með verksmiðjuumhverfi inn í sýningarhöllinni hjá okkur, þannig að við getum kælt allt niður og það hægt að blautþvo allt rými líka, þannig að það auðvelt að keyra bara í rauninni fullkomna vinnslu hérna í gegn, eða hráefni í fullri vinnslu. Og það hentar bara mjög vel og þá getum við stýrt ferlinu, við getum stýrt magninu og hraðanum og höfum meiri áhrif á sýninguna heldur en ef þú ferð inn í raunverulega verksmiðju. En auðvitað gerum við það líka að einhverju leyti. Og nú erum við með uppsetta sýningu í rauninni á þessum hvítfisksvélum og getur þá væntanlega skipt út og farið bara yfir í kjötið eða eitthvað allt annað. Já, algjörlega. Og nú erum við með svona náttúrulega áherslu á hvítfiskinn og reynum að sýna þá svolítið breiddina í vöruflórunni sem við höfum. Við sýnum allt alveg frá móttöku, vogum og flokkurum og yfir í flakavinnslu, flakaskurð og bitaskurð, snyrtingu, sjálfvirkan beingarðsfrátöku og við erum búin að taka nokkur skref inn í áframunnar vörur líka. Við erum að sýna hvernig við erum að búa til fiskibólur og ýmsar áhugaverðar afurðir sem eru búin til úr blokkfiski, úr blokkinni sem venjulega mjög verðlítil afurð og þarna erum við að búa til alveg frábær tekjutækifæri fyrir framleiðendur. Við erum að sýna alla pökkuna líka, pökkunarferlið. Þannig að þetta mjög mikið sem við erum að sýna hér á þessari stundu. En svo eftir næstu viku, þegar við erum búin að pakka þetta saman hér, þá kemur bara næstin. Og það gæti verið kjöt, ég veit nú ekki alveg hvað það akkurat núna, en það var kjúklingur fyrir 3 vikum. Og þá var bara allt í kjúklingi, alveg frá upphafi til enda vinslunar. Og þetta mjög spennandi og fólk mjög ánægt sem kemur hérna. Þetta náttúrulega nýlegt húsnæði. Sýningarsalurinn sem hérna fyrir aftan okkur að sýna fjölmargar vélar og kannski, ég veit ekki, erfitt bæði að kannski skilja það allt saman þegar maður kannski ekki inn í bransanum. En það eru 2 vélar hérna sem virðist vera mestan áhuga hjá fólki þau sem ég allavega hef náð að fylgjast með. Já. Byrjum aðeins á flexívélinni eða vaskurðarvélinni. Já. Ég heyrði einhvers staðar að hún væri kölluð sætasta stelpan á ballinu. Það satt? Af hverju? Já, það vilja allir dansa við flexikött. Já, við köllum hefum verið stundum að skýra hann eftir kísunöfnum líka. Já, það mjög gaman. En nýja vaskurarvélin okkar, flexikött, hún að leysa af í fiskinnanum núna þann, hvað segir maður, þá handavinnu að fjarlæga bengar úr fiskiflaki. Það hefur náttúrulega verið gert bara í höndum á flæðilínunni frá því við byrjum að vinna fisk og það að geta tekið þessa vinnu og gert hana núna í vél bara ótrúlega stórt skref í þessum iðnaði. Og svo getum við líka nota tæknina í vélinni til að hluta flaki niður
þannig að þú nærða í rauninni bæði að gera þetta og hluta flakið niður samkvæmt svona að nú færi sérst hámarksvirðið þitt út af flakinu þínu. Og þetta orðið alveg rosalega tæknivænt. Þetta næstu eins og bara að fara í röntgenmyndatöku með flakið. Já, við gerum það. Það er tækni sem þú þarft til að geta gert svona. Og þá getum við í rauninni skorið flakið eftir hæð og þykkt og lengd. Og þetta heitir náttúrulega vatnsskoravél af því það er skorið með vatni. Já, trúlega sniðugt. Það er náttúrulega löngu þetta að skera með vatni í öðrum iðnuðum. En við erum að færa þetta inn í matvæliðina í fiskinu núna og það er ótrúlega skemmtilegt og þetta er líka þetta verður talað um þetta lengi en núna er þetta orðið þannig að getur nýtt þessa tækni þannig að en náð afkvöstunum sem eru krafist nýtninni þá þýðir þetta búið til vél og beða fiskvinnslur að nota þær ef hún fer ekki nógu hratt eða nýtnin er ekki nógu góð og hún er orðið viðráðanlegt verðið á þessu. Stærðin á vélina skiptir rosa máli. Það er aldrei pláss. Það er bara, þú kemur inn og horfir í fiskvinnslu sjálf og bara, já, ok. Þannig að það voru margar hönnun ákvarðanir sem voru alltaf höldum stærðinni góðri. Höldum henni og líka höldum henni einfaldri. Þú veist, þetta ábúrverður vél sem kemur undir kúnans, þú kveikir á henni og hún keyrir allan daginn. Og það skiptir rosalega miklu máli fyrir okkur að geta það. Þess vegna segi við höfum hnífa í vélinni til að taka auðveldu skurðina. Þeir eru alltaf góðir. Þannig að fullt ákvörðun sem varandi vast, já, við þurfum að vera með tjekka vatninu áður en að vélinn kemur inn. Af því að þú ert með lélegt vatn, þá náttúrulega þarf að hreinsa það þá og mýkja það, af því annars bara ryðga vatnsbísarnir upp mjög hratt. Þannig að þetta eru svona atriði sem kannski framleiðandinn ekki þurft að pæla í áður en fylgja svona tækni í rauninni. Nú þekkir þú sjávarútveg á Íslandi og jafnvel heim allan töluvert. Byrjum aðeins á því að þú segir okkur frá því þú byrjaðir til sjós eða hvað? Hvernig hófst þessi áhugi allir saman? Þetta byrjaði í að norðan, þar sem að þessi stóru sjávarútvegsfyrirtæki eru og þetta byrjaði í rauninni, við erum 14-15 ára skíðastrákar og þetta byrjaði í rauninni bara í löndunum. Þannig að við byrjum að landa upp úr skipunum hjá Samherja þegar þeir eru í rauninni að fara í gang og síðan endar þetta þannig að við förum allir á sjó, bara svona grúpa sem fer saman á sjó og við erum öll sumur á sjó og síðan í rauninni tek ég 2 ár á milli menntaskólans og háskólans á sjó, þannig að vann á togurunum bara sem hásetti og síðan fer ég í vél- og iðnaðarverkfræði fyrir sunnan og þegar ég kem þaðan út að þá er Marel á flegiferð og á kafi fisk, þetta byrjaði náttúrulega þar. Þannig að þá, í mínum huga það var eina fyrirtæki sem ég sótt og man alltaf eftir í að ég sagði þeim að ég ætlaði að koma þarna, þú veist, ég var alveg harður á því, það væri bara Marel og var hjá þeim í 6 ár og var þá í rauninni að forrita flæðilínurnar og í rauninni, þá í rauninni tæknina, embedded, tækjahugbúnaðinn. Síðan skal ég segja fer ég í MBA-nám og þegar ég kem tilbaka þá var Samherji búinn að kaupa sjólaskip og fer til Kötlu Seafood og er hjá Aðalsteini þar í útgerðinni og síðan 2011 að þá í rauninni flytt ég norður og er að vinna bara á skrifstofunni fyrir norðan hjá Þorsteini. Og síðan aftur Marel? Já, síðan aftur Marel, þannig að þetta er 6 ára sveifla. Þannig að maður er búinn að vera svona báðu megin, maður þekkir þá í rauninni viðskiptavininn, hvernig hann er að hugsa og á sama tíma í rauninni tæknina á bakvið þetta og svo í rauninni hvernig við þurfum að hugsa, þú veist, varðandi vöruþróun og svona út frá tæknilega séð hvernig við þurfum að styðja við iðnaðinn til þess að hann geti þá stutt við sína kúnna. Þú veist, þannig að maður er með alveg tengingun alla leið. Og í hverju felst starfið þitt í dag? Starfið mitt í dag, ég er framkvæmdastjóri yfir fisk hjá Marel. Marel skiptist upp í þessa 4 iðnaði. Við erum með kjúkling, kjöt, fisk og síðan áframvinnslu. Þannig að ég er í rauninni yfir þá fisknum á heimsvísu og við erum með 3 starfsstöðvar fiskurinn. Við erum með lax í Støvring í Danmörku. Síðan erum við með starfsstöð í Garðabæ þar sem við erum að áherslan er á vildan fisk og síðan farmt sem er þá í rauninni íslenskan er aquaculture, ég er ekki með íslensku orðin og síðan í Bandaríkjunum að þá erum við með í Seattle starfsstöð þar sem við erum að vinna mjög mikið með skipunum, frystiskipunum og Alaska.
Þú segir Marel á heimsvísu, við veitum að það eru 550 manns að vinna í Garðabænum. Já, það eru 550 í Garðabænum og núna við vorum undir 4, við vorum kringum 4.000, ég held að við vorum 4.800 þá með 9 kaupunum. Þannig að það svona teymið sem við erum að vinna með. Erfitt að halda starfsmannafundum með 4.800 manns. En segðu okkur aðeins frá nýju kaupunum að þú nefnir þau. Þessi kaup á þessu hollenska fyrirtæki, hvers vegna? Já, hvers vegna? Ég held að við erum að kaupa þarna fyrirtæki sem er í fremri hlutanum í vinnslunni í kjötinu. Áherslan hjá Marel hefur verið í aftari hlutanum, þar sem er í rauninni frá úrbenningu og aftur. Þannig að þar höfum við verið mjög leiðandi á heimsvísu og þarna er bara mjög svona strategic fit. Við erum með lausn þá fyrir kunnan frá í rauninni gegnum alla virðiskeðjuna. Þannig að við erum mjög sterka, þannig að þá erum við orðið við erum með fyrirtæki sem er leiðandi í kjúkling, þannig að við erum leiðandi á heimsvísu þar og þá er kjötið komið á sama stall og síðan eru þeir með dreifikerfi fyrir matvæli inn í vinnslunum, þannig að það mun þá virka þvert á iðnaði hjá okkur og síðan eru þeir með hreinsikerfi fyrir vatn. Þannig að það er líka þá þvert á alla iðnaði og síðan af þessum, þetta eru 670 manns sem starfa hjá MPS, að þeir eru með starfsstöð í Hollandi og framleiðslu þar og síðan í Kína og af þessum 670 þá eru 150 manns í Kína, þannig að það er komið svona stór presens þar, þannig að það er svona opnar okkar dyr og auðveldar okkur að nálgast þann markað. En þið hafa kannski ekki, þannig að þetta er lykilatriði að opna Kínamarkað fyrir ykkur, eða hvað? Partur af því og í rauninni að styrkja okkur náttúrulega í kjötum. Það er svona lykillinn eins og við erum að horfa á þetta og þetta eru sem að segja complementary products, þannig að þetta fittar mjög vel fyrir okkar sölukerfi og þetta er mikil samlegð í þessu. Þannig að þetta er svona stökkpallur bara fyrir frekari vöxt. En svo ætlaðu að setja þetta í samhengi hversu svona stórt málið þetta er og kannski ástæðan fyrir ég að tala um þetta. Þetta er, hvað ég var að segja, hvernig útskýrðu hversi, eða þú, getur þú útskýrt fyrir okkur? Já, stærðin, ég held að það sé nú búið að útskýra þetta. Einhvers staðar sá ég að til að setja þetta í samhengi að þetta sé eins og hefum keypt 3 öll tryggingafélögin held ég heima á Íslandi eða hefum keypt Eimskip á einu bretti. Þannig að það er svona umfangið á þessu. Og svo sérstaklega þá kannski varðandi erlendi viðskipti eftir hrun hjá íslensku fyrirtæki. Er þetta stærsta erlenda fjárfesting? Þetta er stærsta erlenda fjárfestingin, já. Frá hruni? Frá hruni, já. Og hvað skýrir það? Hvers vegna getið þið það? Hvers vegna? Já. Ég held að við erum bara með rosalega flott fyrirtæki í höndunum og ef maður horfir á próteiniðnaðinn, það er vöxtur í þessum geira. Það hefur gengið vel hjá framleiðendum og við höfum náð að síðustu ári eins og hjá Marel, þetta hefur gengið mjög vel, þannig að það sem gerir þetta verkum að vöxturinn hjá okkur, það er margir þættir sem í rauninni gera þetta verkum að við náum að grípa þetta tækifæri. Segir þetta okkur eitthvað íslenskt efnahagslíf eða er Marel einfaldlega bara það stórt í þessu samhengi að þetta segir okkur ekkert það hvort að útrásin sé hafin á ný eða hvað? Ég held að Marel sé það stórt að við horfum frekar á Marel sem alþjóðlegt fyrirtæki. En vissulega gengur, eins og maður sér sjálfur að það er allt komið á fleygiferð heima, það gengur vel. En ég myndi segja frekar að við erum að horfa á alþjóðlega Marel í þessu tilfelli. En nú þekkir bæði útgerðirnar og svo þessa hlið, nýsköpunarferlið, alþjóða samhengið. Telurðu að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki gætu átt frekari sóknarfæri og ættu að leggja meiri áherslu á nýsköpuna sem mistur? Ég held vissulega, þróunin er núna meira yfir í virðisaukandi vinnslu og á sama tíma erum við að horfa á þróunin eins og heima, hún hefur verið yfir í fest og náttúrulega bara í Evrópu í rauninni, þannig að inni þar inni er klárlega vöru þróun á þeirra vörum. En til þess að við í rauninni þurfum að vera svolítið samstiltir í því að þeir þurfa ákveðna tækni til þess að framkvæma suma hluti, þannig að þetta, eins og ég segi, þeirra vöru þróun gerist heldur ekki í einrúmi, þannig að þetta er alveg lykilatriði að við séum allir að spila saman.
En af því að þú ert nú frá Akureyri, þá fæ ég nú að taka eina byggðapólitíska spurningu í lokin og sjá hvað þú segir við því vegna þess að það náttúrulega töluvert rætt það í samhengi einmitt við til dæmis svona flæðilínur sem að taka við af störfum tiltölulega erfiðum og kannski ekkert vel launuðum störfum og færiböndum til að mynda. Það tala hnignun sjávarplássa allt Ísland, það sé fækkun á störfum í landvinnslu út á landi sérstaklega og þá að nýsköpunin eigi sér stað kannski í stærri byggðakjöpum. Sérðu fyrir að það þurfi með einhverjum hætti að bregðast, ég bara svona þitt persónulega mat, að við þessari þróun með öðrum hætti heldur en við erum að gera þar að segja með byggðakvóta með því að halda í gamlar aðferðir í landvinnslu og svo framvegis? Sko, ef maður horfir á það sem að gerast heima, eins og þú segir, það vantar núna fólk í rauninni, sko, eldri kynslóðin sem að koma á flæðilínu og þær snirtu og gerðu þetta alveg, þú veist, fullkomna vinnu. Að þetta fólk er komið á háan aldur og það er ekki þessi nýliðun, það er ekki ungt fólk sem að koma inn í þessi störf og þeim vantar, bara ef maður horfir austur á land, sko, að þeim vantar fólk til þess að vinna þessi störf. Þannig að ég myndi segja að tæknin sem við erum að koma með er í rauninni, sko, lykilatriði til þess að halda áfram þessum vinnslum á þessum stöðum, í þessum byggðakjörnum. En að sama skapið að þá breytist kannski vinnuaflið sem að þarf að koma inn. Þú ert með fólk sem þarf að sjá það vélarnar og passa að þær keyri í staðinn fyrir fólkið sér sjálft að vinna þessa líjandi vinnu 10 tíma á dag, sko. Og tækifæri nýsköpun, gætu þær verið líka fólknar í því að það sé í einmitt litlu sjávarplássunum, það sé ekki bara tæki sem kemur í staðinn með verkfræðingi, heldur eitthvað frekari nýsköpun sem að gæti orðið til þess að fjölga störfum út til dæmis allt í Ísland? Nákvæmlega, klárlega, sko, þetta helst allt í hendur, sko. Þannig að ég sé þetta sem tækifæri og tæknin sem við erum að koma með, þetta er ekki þróun bara til þess að fara með inn í stóru fyrirtækin, þetta hjálpar öllum byggðakjörnum í rauninni út allt land, sko.